Góðan daginn, góðir hálsar og velkomin á stundina sem framundan og eins og við byrjum alltaf eins þá byrjum við líka rétt ef við segjum við vitum eiginlega ekkert hvernig nú verður þessi. Það er það sem gerir hennar spennandi. Þetta vil segja mér það að Drottinn er með og hann tekur yfir þegar sér að ég er byrjaður búinn að starta mér í hóluna mína sem er kannski þessi staður sem ég er á núna. Og hann mætir. Og ég svo sem áður talað það og þetta er satt að ég er með fegin því að Drottinn sé með þetta fyrirkomulag á að hann bara segir þetta er mín stund Konráð. Þú ekki að hafa áhyggjur af henni. Og þetta finnst mér afskaplega gott að vera ekkert að velta vöngum yfir þessu. Er þetta kæruleysi? Ég er örugglega í þínum augum, en ég líti ekki á þetta sem kæruleysi. Ég er alltaf að segja það og ég er búinn að vera að kenna það í þessi 30 ár sem ég hef verið við þetta. Leifum bara Drottni að vera Drottinn. Ég hef fylgt þessari kennslu hans í öll þessi ár og ég sé ekki annað en að trúin mín sé jafn öflug og trú bara annara manna og hvenna í kring. Ég sé ekkert að ég hafi neitt dregist aftur úr, ég sé bara á þeim stað svona sem að telst eðlilegur miðað við þessa 30 ára göngu mín og meira. Ég held að hún muni alveg standast þegar það allt saman verður gert upp. En svona hef ég gert þetta. Og þegar ég leyfi Drottni að vera það sem hann er í mínu lífi. Fyrir mér er hann lifandi. Fyrir mér er hann lifandi veruleiki sem starfar hér og nú og hann er með öll plön sjálfur. Og ég er undir þessu plani hans, ég er í þessu plani hans. Hann er með áætlunina og hann er með allt klárt. Í raun og veru er ég, segðu þetta með mér, er ég hér til þess að flytja það sem hann vill segja. Er það ekki það sem við kennum? Af hverju skyldi maður þó vera eitthvað að hafa áhyggjur af því að hafa áhyggjur af því hvað maður er að flytja, hvað maður er að segja. Eins og við erum að tala og við höfum gengið út á hér, bara leifum Drottni að vera Drottni. Hann er alveg einfærum að sjá þetta allt saman, hver oft hefur maður ekki séð það með beinum hætti. Að þetta er besta leiðin fyrir okkur kristna menn að fara. Og ef við gerum þetta, hvar eru þá mistökin á okkar hendi? Já, sýndu mér það. Ég held að við séu bara ekki til staðar. Þetta heitir, og það er það sem Biblían kennir, að við séum dáin sjálfum okkur. Erum við dáin sjálfum okkur? Er ég dáin sjálfum mér? Ég segi það já, í þessu verki er ég dáin sjálfum mér. Og það hefur byrjað allavega mjög fljótt, held ég geti fullir. Ég sagði, Drottinn, hér er ég stýr til hliðar, þú kemur inn. Þetta hefur verið skipulagi hjá okkur. Og ég sem sagt, eins og ég oft talaði og þetta er sannleikur, sest bara niður. Tek mér þessa ágætu græju í hönd og svo byrja ég. Þegar verkinu er lokið, þá veit ég hvað þetta snerist. Ég er ekki að segja þér hvernig þú átt að gera þetta. Ég skal benda þig bara á það, leyfðu Drottni að vinna eins og hann vill vinna í þér. Vilji hann að þú sért með eitthvað skráð hjá þér, þá gerðu það. Vilji hann hafa annað fyrirkomulag á en það, þá skaltu gera það. Aðalatriðið er að trúarvissan sé uppi það sem þú ert að gera. Aftur komum við að grunnþætti ákveðna mála sem er ég og þú og við verðum
að vita hvar við stöndum í Jesú nafni. Það er algjörlega borðleggjandi að þetta er það sem við verðum að vita. Við verðum að vita þessi atriði vegna þess sem að kemur. Því að þú mátt búast við því að ýmislegt verði sagt við þig og ýmislegt hefur verið sagt við þig sem hefur reynt að þyrla ryki, kasta ryki í augun á þér til þess að þú sjáir ekki, til þess að þú missir sýnina sem þú hefur á þinni eigin trúargöngu. Fyrir margt löngu, allmörgum árum, að þá gaf Drottinn mér þessa vissu. Og ég sá að ég vissi og veit hvar ég stend í Guði. Það vísu er þetta náttúrulega eldri uppgötvun, já, langt síðan ég sá það, mikilvægi þess að maður yrði að standa með sjálfum sér, það heitir það líka. Og þetta er svo mikilvægt fyrir mann og konu í lífinu að vera með þessa vissu, því að það er ekki alltaf meðbyr af meðbræðurum og systrum okkar. Þó það sé oft, þá er það ekkert alltaf. Og að því hann er ekki alltaf, og við veitum að fólk er ekkert alltaf sanngjarnt í áliti sínu á til að mynda verkum okkar, þá verðum við, ef að ætlum að verða eitthvað og ná einhverjum árangri, að vita hvar við stöndum sjálf. Þetta er svo mikið lykilatriði fyrir trúarlífið okkar og allt okkar líf að maður getur ekki ímyndað sér annað eða hvernig þetta væri og hvar maður væri sjálfur í dag ef maður hefði ekki þetta. Þú verður að vita þetta. En þetta er ekkert, held ég, sem að við komumstum að sjálf. Þetta er eitthvað sem Drottinn gefur opinberun um. Og aftur komum við að því að hann lætur þig vita það sem þú þarft að vita. Eitt er það, hann sýnir það með órækum kennimerkjum hvar þú ert. Og við höfum oft talað um það hér, það er engin leikur í gangi hjá Drottni hvað þetta varðar. Akkur segir hann okkur þetta? Vegna þess að hann er að styrkja trúna okkar, hann er að styrkja samfélagi mitt við sig. Og þannig erum við komnir að öðrum grunni trúarinnar og ekkert síður mikilvægum hinnum, grunninu sem við nefndum áðan. Það er þetta samfélagi við Guð. Það þarf að byggjast upp, það þarf að styrkjast, það þarf að vera í lagi og verður í lagi og er í lagi að því þú ert að rækja þetta samfélag þitt við hann. Kannski ertu komið það langt í þessu að þú rækir þetta samfélag á hverjum degi. Það er náttúrulega góð stað að vera í. En ég veit náttúrulega ekki um alla. Ég veit auðvitað bara um sjálfa mig hvað þetta varðar, en þetta hefur maður gert alla sína trúargöngu, það hófst bara strax. Bara um leið og ég frelsaðist, þá lausniður í hjarta mitt að það væri orðið sem þyrfti að fara út. Og ég hef oft talað um það og get endurtekið það. Ég vissi ekkert um þetta orð. Ég þekkti ekki haus og sporð á orðinu. En svo náttúrulega kom þekkingin því að ég sökti mig niður í orðið og ég hef sagt frá því hvernig þetta var til að byrja með þegar ég las klukkutímum og dögum og vikum og mánuðum saman og leita allir upp úr þessu. Þetta var ekki, já, þetta var nú góðu tími og skemmtilegu tími en það var ekki án þrauta. En ok, þarna sjáum við líka mikilvægi þess að vera viss um hvað maður á. Ég var viss um það allan tíman að ég ætti Drottinn í mínu hjarta. Ég var aldrei efast neitt um það. Frá því að þetta gerðist, þá vissi ég hvað gerðist. Já, Drottinn vitjaði þessa manns í litlu kvistherbyggi, kvistherbyggi, á efstu hæð í blokk á Grettisgötunni í Reykjavík. Þannig var það. Einn
inn í mínu herbyggi með Nýja testamenti mitt sem ég geymdi í brjóstvasanum, lítið hver, ég á það ekki lengur því miður. Og ég opnaði þetta litla fallega hver og hér er ég að tala Guðs orð með þá fullvissu alveg frá fyrsta sekúndu broti að orð Guðs þyrfti að hljóma og óma. Við mættum ekki láta hjá líða að segja fólkinu frá orði Guðs. Er ekki allur gangur á því hvar við erum þar? Eru ekki alls konar kenningar komnar inn vegna þess að við erum ekki endilega svakalega upptekin af orði Guðs eins og hún kemur fyrir á Biblíunni, heldur erum við búin að búa til alls konar kenningar út frá þessum kenningu sem að gera svona boðskapin aðeins mildari. En við megum ekki gleyma því að boðskapurinn úr Biblíun, hann er ekki harður. Hann er ekki óvæginn. Það getur vel verið að menn taki því þannig að sé það. Ég hef aldrei litið á orð Guðs sem hart orð. Ég man aldrei eftir því að sú hugsun hafi komið upp af orði Guðs að þetta finnst mér nú eiginlega að vera of hart. Það hefur aldrei verið svo í muni. Og ef að það var einhvern tímann að einhverju leyti þannig, þá er það allt saman löngu dáið í mér. Orðið er ekki hart. Þess vegna er það svo rangt að vera að tala að þessi boðskapur eiginlega gangi ekki vegna þess að hann er of harður. Fyrir hvern? Þig? Mig? Nei. Fyrir hvern? Þú ert kannski bendir á einhvern ofurviðkvæma mann eða konu. Hvað veist þú ofurviðkvæmni fólks? Frekar en ég. Þetta snýst ekkert það að ég sé að meta mann og annar hvað þetta varðar. Ég er hér til þess að tala Guðs orð. Og ég lít ekki á orð Guðs sem harðan boðskap, neitt af honum. Þess vegna er ég alveg óhræddur við að flytja þetta allt saman bara eins og það kemur fyrir af kunni, ef svo má segja. Eins og Biblían talar þetta. Og það hef ég gert. Nei, orð Guðs er ekki harður boðskapur. En hann er ákveðin boðskapur sem er allt annað mál. Hann er boðskapur sannleika sem er allt annað mál. Og við vitum allt það að heimurinn er búin að ljúga sig í kafi, við vitum allt það. Og inn í alla þessa lygi sem þar er þetta orð að vinna. Og menn sem hafa ekki haldgóða þekkingu og orði Guðs geta auðvitað alveg tekið sér þessi orði í munn að þetta sé svolítið harður boðskapur. Allt of hart maður, segja menn. Ekki svo að skilja að það hafi verið sagt um mig en ég hef oft heyrt þetta. Á einhverjum boðskap sem einhver sagði, hann var svo harður maður, ég veit ekki hvað. En boðskapur Guðs, hann er ekki harður, hann getur ekki verið harður því að þetta er alltaf smurt með kærleika Guðs. Ekki gleyma lykilatriðum trúarinnar. Að þetta er alltaf smurt með kærleika Guðs. Og sá sem er smurður kærleika, eins og Drottinn er, við vitum það, hann er ekki að tala neitt nefnum að það sem þarf að tala, sem þetta sannleikan. Hann byggir allt sitt á sannleikanum og hann segir, Konráð, þú þarft ekkert nema sannleikan. Og sannleikurinn er ekki harður. Sannleikurinn er sannleikur. Og þeir sem temjast við sannleikan byrja smá saman að elska þennan sannleika. Og svo komast þeir á þann stað, þeir vilja ekkert nema sannleikan. Segðu mér sannleikan. Verður bara hrópið upp til Drottins. Og hann segir okkur sannleikan. Og við erum komin á þann stað í þessu, við getum þakka Guði fyrir það, að við sjáum ekki þennan harða boðskap sem sumir tala um. Og þeir taka sér það bessaleyfi, sumir, það hefur nú oft verið gert, við vitum það, að búa til einhverja í kringum það
sem mildar boðskapin, þvílíkt og annað eins segi ég nú bara. Hver er ég að vera eitthvað að breyta boðskapinu þannig og telja það vera betur í stakk búið að ná til fólks? Þetta er nú eitt af því sem hefur gengið. En orð Guðs, segi ég, nær til fólks. Eitt. Ég er ágætis penni og getur vel verið að ég geti eitthvað svona búið til einhverja grein sem að leti vel í eyrum. En til hvers væri hún? Til hvers væri hún? En það dytti mér það ekki til hugar að gera það, hvað þá heldur meira? Því þetta er hlutverk mitt, segðu þetta með mér, sem Guðsmanns og Guðskonu, að fara út með sannleikan. Og hvar finnum við sannleikan? Ef við veitum það ekki enn hvar við finnum hann, þá heitir bókin Biblían. Nýja testamentið einkum og sérlagi. Þegar Nýja testamentið er trúarbók kristinna manna, trúarbók hinna kristnu. En við vitum auðvitað það, þurfum ekkert að fjölera neitt það að hittir þarna með. Og það eru alveg gullvægar kennslur og setningar og flottar fræðigreinar mjög merkileg mál. Og allt til að vita deili á því og allt hægt að hvetja menn til þess, eins og bara hvetja menn til þess að eiga og kynna sér bara fróðulegar góðar bækur. En trúaritið sem ég á að vera undir og er undir er Nýja testamentið. Bréf postulana, Guðspjöllin. Þetta er það sem ég þarf að grandskoða á hverjum degi. Þetta er það sem ég þarf að næra hjarta mitt á hverjum degi. Þannig að þetta er svo boðskapur sem við þurfum að fara út með. Þetta er boðskapur sem Kristur dó fyrir á krossi. Og Drottinn reisti hann upp frá dauðum vegna þess að hann var syndlaus, hann var vammlaus þegar hann lauk þessu hlutverki. Já, hlutverkinu sem við erum að lesa í Nýja testamentinu. Hann uppfyllti Gamla testamentið. Strákar, við getum lagt þetta til hliðar, en viljum menn vera undir því, þá er það ennþá í gildi. Og akkur er það ennþá í gildi? Af því að það getur ekki stafkrókur af því sem að Drottinn hefur dottið úr skaftinu. Það er ekki hægt. Hvernig ætlar að stoppa til að mynda flóð og fjöru? Þú getur það ekki. Og veist akkur er flóð og fjara? Að Drottinn bauð að svo yrði. Fyrir árþúsundum. Og hver veit ekki þetta? Hver veit ekki að dragast upp ský á himni? Páir kannski leiðaði hugana því að þetta er allt saman boð Drottins, boð Guðs. Hann sagði og þetta er ennþá þannig. Líka orðið hans. Trúarbókin mín, Nýja testamentið. Hvert orð þar stendur. Hvert orð þar sem gefur mér von, get ég haldið í sem mína von. Það stendur hér, get ég sagt í minni trú, og það skal verða. Þetta er eitt af því sem trúin vill kenna mér. Og við vitum að þetta er svona. Þannig ég get bara verða hryggjaður á því að ég get ekki talað það, tekið undir það, boðskapur Biblíunnar sé harður. Hvernig? Þegar við hugsum það að sá sem að gerði þessa bók, gaf niður öll orðin, er kærleikur og ekkert nema kærleikur. Kærleikur sem virkilega elskar fólk. Hvernig má það vera að boðskapur frá þessu afli sé annað en kærleiksboðskapur?
Hvernig getur það verið að það sé harður boðskapur sem kemur frá kærleikanum sjálfum, sem elskar allt fólk? Við sjáum að þetta gengur ekki upp. En hversu oft hefur ekki verið talað á þessum nótum? Það er svo margt sem er talað og sagt, en það er ekki allt sem gengur upp og fer saman. Þetta er eitt af því sem að við lærum að því við erum að rækja okkar samfélag við Guð. Þá kemur allt þetta með. Við erum að fara til þess kærleika sem gerði þetta allt, skóp allt og gaf niður orð Guðs, en það kemur ekki fyrir en eftir fall mannsins. Mundu það. Hann lagði niður orð sitt til þess að maðurinn hefði möguleika á að rétta af kursin fyrir sínu synduga lífi. Hann hafði drottið sér allt. Og við vitum alveg það til að mynda, það er nú kennsla það og góð kennsla það, að í sambandi við lögmálið sem gyðingarnir fengu, þeir báðu þetta lögmál. En eins og oft áður, og oft er það nú þannig í dag líka, við vitum stundum ekkert hvað við erum að biðja um. Þetta var ekki bara maður komdu bara með nokkrar reglur við förum eftir þeim. En þetta sögðu þeir. Bara komdu með þetta maður og við bara förum eftir þessu, ekkert mál. Ok, þetta er ekkert mál og hérna er það. Og hann gekk svo klóklega frá þessu að hann sagði, ef þið brjótið eitt, þá voru það seguð öll hin. Auðvitað er hann að tala það, framtíðina, þú kemur ekki inn í ríki Guðs nema fyrir mátt og megin Jesú Krist. Þú getur ekki unnið þér sess þannig að þú getur sagt, herru, ég er nú búin að gera svona margt hérna, ég lét nú eiga stað í ríkinu. Nei, þú þarft að trúa á Jesú Krist. Það var alveg skýrt. Þess vegna gekk hann þannig frá málum að þetta var útilokað. Samt ætlaði hann alltaf að bjarga öllum í heiminum. Hann ætlaði að nota þetta nafn Jesús til þess. Og hann kom. Og menn gerði í raun og veru allt við það sem þeir vildu. En hann var með hönd í bagga með öllu. Við sjáum að þeir byrja nú snemma að leggja á ráðunum það að bara fjarlæði þennan mann ég skittur öll. Það byrjaði nú mjög fljótlega. En hann var með allt í sinni hend, hann réði þessu öllu frá degi til dags. Við munum eftir því þegar hann var hann í einhverju samkundu og hann stóð upp og las upp úr Jesaja. Það var allt vitlaust inni. Og þau rökta fram af kletti og það átti bara eftir að hrinda honum fram af. Það var komið svo langt. En það var ekki tíminn hans kominn. Hvað gerði þetta? Bara fylkingarnar gliðnuðu. Hann gekk á mitt á milli. Þannig var Kristur. Að því hann ætlaði að klára verk sem honum var treyst fyrir að klára. Og það er þessi kærleiks boðskapur sem hann skildi eftir fyrir mig og þig. Þannig að við getum ekki verið með harðan boðskap handa fólki. Þennan svakalega fallega kærleiks boðskap vil ég nú frekar segja. Og hann er það. En við þurfum að sjá þetta þannig. Það er ekki mitt verk að taka eitthvað út úr og skrifa fallega grein það. Ég gæti það kannski. Já, ég gæti það. En það er ekki mitt verk. Ég skal flytja það eins og þetta kemur fyrir. Og ég skal tala þau orð sem að Drottinn gefur því hann er við stjórnvölinn.
þessa manns í þessari stöðu. Þess vegna gef ég honum leyfi til að gera það sem hann vill. Ef ég gæfi honum ekki leyfi, veistu hvað gerðist þá? Þessi maður er ekki nothæfur. Þannig er það. Sjálfsagt gæti ég alveg farið með sjálfan mig þangað. Kannski hafa allt og margir farið með sjálfan sig þangað þegar hafa tekið þetta upp hjá sjálfum sér að segja eitthvað sem þeir eiga ekki að segja til að mynda úr ræðupúlti, en ég segi þeim verður öllum vikið frá. Og mér líka, ef að ég stend mig ekki í stikkinu eins og ég bið Guð að ég fái að gera. Já, fái að gera. Mér er alveg ljós veikleiki minn. Mér er alveg ljós það að ég er bara manneskja. Og manneskjur geta gert alls konar. En manneskja getur líka valið, og það hef ég gert, að fylgja Jesú. Gefa honum færi á að tala það sem hann vill tala, en það vill svo til að hann er að nota þessa manneskju í þetta skipti, en við erum margir og mörg á þessum vettvangi. Og það er bænarefni mitt, að við hvert og eitt okkar séum á þeim stað að Drottinn fái bara að tala. Hver er þá besti ræðumaður í heimi í púlti? Kirkjunnar. Ég skal segja hvaða besti ræðumaður, hver er bestur þar? Hann og hún sem stígur til hliðar sjálfur og sjálf og Kristur fær að tala. Hvernig getur það annað farið vel? Boðskapurinn er bara sá sem hann er. En við megum ekki gleyma því að Kristur er gegnum gangandi kærleikur. Hann er ekki með harðan boðskap, en hann segir okkur sannleikan. Eins og við sjáum oft að hann beitti á fariseana. Af hverju? Farisearnir voru menn, fólk sem átti að kenna fólki Guðs rétta lexíu. Af hverju voru þau búin að afskræma kenninguna svona eins og þau gerðu? Allir hafi ekki bara verið að fría sjálfum að sig þeim ósköpum að þurfa að vera undir stöðugu áreiti frá fólki, móðguðu fólki. Alla sé nú ekki einhvern veginn það sem hefur orðið til þess að þeir fóru þessa leið, þeir fóru að þynna þetta. Alla það sé ekki ennþá ástæðan fyrir því að við erum að þynna þetta. Það sem það er og ef það er. En það er aldrei leiðin. Vegna þess að Drottinn og orð Guðs er algjörlega einfært að gera það sem þarf til góðs í lífi manna og kvenna. Þannig að við tölum bara það sem Drottinn hefur boðið okkur að tala og gerum það þegar hann býður okkur það. Það er köllun okkar, það er hlutverk okkar. Þannig að við erum hætt, það er nú eitt gott ráð, við erum hætt að hafa skoðanir á þessu verki. Þetta er bókin og ég ætla að tala upp úr henni og að þeim anda sem Guð gaf mér. Og hvað and er það? Heilagur andi auðvitað. Við skulum bara leyfa þessu öll að starfa í okkur eins og það vill. En við höfum þetta vald og val að gera þetta svona eða gera þetta einhvern veginn öðruvísi. En ég segi, ef við gerum þetta einhvern veginn öðruvísi, þá kemur að þeirri stundu að okkur verður rött úr vegi. Að við missum hlutverkið okkar. Viljum við það? Ég held ekki. Ég held að við viljum það bara ekki neitt. Þannig að við skulum bara fara varlega. Við skulum bara vera 100% viss það hvað við erum að gera og hvernig eigi að snúa okkur í þessum og hinum málum. Því að það er okkur gefið.
og það getur við svo vel gert. En þetta er eitthvað sem ég þarf að velja. Ég þarf að vilja þetta. Ég þarf að sjá af hverju ég vel þetta. Ég þarf að sjá og skilja það og skynja. Þetta snýst ekkert um mig. Það snýst um Jesú. Hann er frelsarinn. Hann frelsaði mig og hann miskunnaði sig yfir mig og hann dró mig upp í þetta embætti sem ég er í. Þetta er allt verk hans, en það tekið undir það með honum, það sem hann segir, að án mín geti þér alls ekkert gjört. Alls ekkert gjört. Trúum við þessu? Ég trúi þessu eins og nýju neti og hef alltaf gert. Af hverju trúi ég þessu? Að því ég trúi orði Guðs. Ég trúi ekki bara sömu úr orði Guðs. Ég trúi öllu orði Guðs. Og það skal vera minn styrkur áfram sem hingað til. Og þetta getur þú líka tekið inn í þitt hjarta. Og staðið bara á þessu og verið ekki með neitt leikaraskap hvað þetta varðar. Við getum farið með okkur út og suður með allt, líka þetta. En ég segi ekki gera það. Notaðu daginn í dag til þess að rækta samfélagi við Guð. Og hvað gerist? Með tímanum þá víkja allar þessar hugsanir eitt og annað og þú bara tekur upp staðinn sem að drottinn hefur settið á og bara ok, hér er ég, gerðu það sem þú vilt og meintu það. Drottinn vill svona fólk og ég veit að þú ert þessi manneskja. Af því þú ert manneskja sem hann gaf heilagan anda og manneskja með heilagan anda getur þetta. En hún þarf að velja þetta, hún þarf að vilja þetta. Og það er eitt af því sem að trúin ræktar upp í okkur, það er að gera vilja Guðs. Við höfum oft heyrt þetta orð. Og sum af okkur erum á þessu stað að við gerum hiklaust vilja Guðs. Já, við gerum vilja Guðs. Við ljáum ekki máls á neinu nema því að gera vilja Guðs. Að því okkur finnst það best. Og það er best. Þegar við gerum vilja Guðs, erum við undir afli kærleika hans. Já, kærleika hans. Og kærleikur hans, það er ekkert illt í þessum kærleika hans. Og í kærleika hans er öll Biblían skráð. Þannig að við getum ekki með neinu sanni sagt að þar leynist allt of harður boðskapu fyrir okkur viðkvæma. Já, ég get alveg tekið undir það að sumt þar við getum heykst undan því. En það er ekki að því að þetta sé ekki að kærleika gjört. Við munum eftir ræðunni sem að Kristur hélt og það bara hreinsaðist út úr salnum. Hörðu var það, þung var þessi ræða, en hvernig getur hún hlustað á hana? Já, hún var þung. En ætli mér hafi fundist hún þung í dag? Þessi sömu ræða, sama ræða sem ég náttúrulega hef ekki heyrt frekar en þú eða nokkur maður. Ég ætla nú að vona það að maður sé komið með sjálfan sig á þann stað að geta það, nei, þessi ræða var ekki þung. Pétur, hann hneykslaðist ekki á þessar ræðu. Hann sagði, hvert ættu við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Þetta er það sem við gerum. Orð Guðs bara segir þetta og ég tek við því eins og það er. Hvað er ég að gera þá? Ég er að setja mig í spor Péturs. Er það ekki það sem við viljum? Við segjum, hvert ættu við að fara?
þér hafið orð eilífs lífs. Er þetta ekki magnað? Og hvernig getum við þá sagt að orð Guðs sé sumpart hart við hvern? Við fólk sem vill ekki taka á sínum málum. Hann neitar að horfast í augu við staðreyndir eigin lífs. Drottinn kemur inn með sannleikann þar og það getur virkað sem svipa og hver veit ekki þetta. En sannleikur er og verður áfram sannleikur. Hann er alltaf sannleikur. En ég þarf að vera á þeim stað með sjálfa mig að ég sjái þetta sem orð Guðs, sem sannleika smurt með kærleika hans. Af hverju? Að því Drottinn vill að ég sjái sig sem kærleika. Og kærleikurinn, hann talar sannleikan. Hann talar sannleikan blíðlega, en það getur verkað á mig sem svipa. Og á hvað er þetta að benda núna? Veikleika minn. Það er að benda á hann. Veikleika minn kæri vinur. Og orðið er að fást við veikleika mannsins. Gamla testamentið var ekki að fást við þennan veikleika mannsins. Gerðu þetta svona eða þú ert búin að vera, minn kæri. Þetta er nýji sáttmáli sem Kristur kom með og hann er með þessi smurði kærleikur. Hann viðurkennir veikleika mannsins. Og þess vegna að því hann viðurkennir þennan veikleika mannsins, þá er honum fyrirgefningin vís þó að eitthvað gerist á leiðinni. Þú ert ekki útilokuð manneskja þó eitthvað gerist á leiðinni. Þú munt alltaf hafa leið tilbaka að þessum kærleika og að þessari fyrirgefningu. Þetta er nýji sáttmálinn sem Kristur kom, vann að, fullgerði og endaði með því að fórna sjálfum sér í dauðan. En Drottinn kom og reiste hann upp. Og hann dvaldi með þeim í 40 daga var það ekki, upprisin. Og birtist þeim örugglega mjög oft á þessum tíma. En svo horfðu þeir á eftir honum til himins. Og við segjum, kristið fólk, hann er þar í dag. Þetta hefur verið huggun í gegnum alla kynslóðirnar og er það enn í dag. Að þeir horfðu á eftir honum til himins og þeir segja og við segjum hann er þar núna. Við erum með þetta allt í hendi. Nei, vinir, boðskapur Jesú Krist er ekki harður og verður aldrei harður. Og ég bið fólk það að taka ekki boðskapnum sem hörðum boðskap. Því hann er það ekki. Hann er af kærleika sagður, hvað sem okkur hins vegar kann að finnast þá og þá. Nei, við ætlum að setjast með Pétri sem að horfa á eftir salin hreinsast, en hann fór hvergi og þeir strákarnir fóru ekkert af því að þeir vissu að hann hefði orð eilífs lífs og það nægði þeim. Af hverju fóru hinir? Af því þeir höfðu ekki þetta sama. Trúin, örugglega hefur verið fólk trúaðana, en það var ekki búið að fá uppbygginguna úr orðinu, útskýringarnar og allt það sem hinir höfðu og gáðu þessar rætur. Og þar skar á milli, þar skildi á milli. Þér hafið orð eilífs lífs. Það er þessi boðskapur sem við þurfum að láta ómál hljóma. Við þurfum að trúa þessum orðum og svo sem trúir þessum orðum getur ekki leið sagt að mikið var þetta nú harður boðskapur hjá þinn í dagvæginu minn. Það getur ekki verið rétt.
Þannig að við ætlum framvegis að vanda okkur alveg svakalega við allar svona útskýringar og við ætlum að segja, hei, ég ætla bara að standa með þessum boðskap. Ég ætla ekki að vera að dæma þetta neitt, kannski skil ég þetta ekki, kannski ég ekki sammála þessu, en ég er samt sammála þessu að ég veit hver Guð er. Er það ekki bara ágætis spýti? Ég myndi segja það. En ég kveð, Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og þú mátt alveg biðja fyrir þessu, í Jesú nafni.